Komið sæl, ég heiti Geir Kristinn Aðalsteinsson og mannauðsstjóri hjá Höldi og ég ætla aðeins að fara yfir nokkuð mál með ykkur. Það er svona aðeins að segja ykkur frá fyrirtækinu hvernig það virkar og hvað það er gamalt og hvernig við vinnum og byrja á að segja ykkur svona örstutt frá mér og svo förum við aðeins yfir í samfélagslega ábyrgð og hvað við erum að gera í þeim efnum. Fyrsta glæran þetta er svona það sem við ætlum að renna yfir og þess að ég lærði viðskiptafræði í Háskólanum á Akureyri, útskrifaðist þaðan einhvern tímann kringum aldamótin, flutti til Danmerkur í framhaldsnám og ódýrari bjór, bjó þar í einhver ár með minni fjölskyldu og kom svo til Íslands 2006 og fór að vinna hjá Vodafone og vann hjá Vodafone í 8 ár, alveg frábært fyrirtæki, skemmtilegur vinnustaður. Flutti svo norður, var hjá Vodafone í Reykjavík fyrst og svo Akureyri. Svo slysaðist ég út í smá pólitík 2010, fór fram fyrir lítinn flokk sem var alltaf með 1 fulltrúa af 11 og til að gera langa sögu stutta þá fengum við 6 af 11 og það voru 4 með krefjandi ár. Og svo fór ég að vinna í Höldi 2014 og hef verið þar síðan og ég er alveg ótrúlega skemmtilegu starfið á fjölbreyttu. En þetta er fyrsta glæran í nýlega kynningunni hjá okkur og þetta er glæran sem allir þurfa að kunna og þetta flækist í mörgum. Og ég hitti reglulega fólk sem er unni hjá okkur í áratugi sem segir það er rosa gott að vinna hjá Höldi og ég leita eftir Haldar. En þetta er svona höldur höld frá Höldi til Hölds og þetta nafn þýðir búhöldur eða dregið af búhöldur sem þýðir stórbóndi sem er einhver sem er með mikið og stórt bú og er hagsýnn og hugsa vel sitt bú og það á ágætlega við höld vegna sem við höfum verið í ótrúlega fjölbreytni starfsemi gegnum árin. Höldur skiptist í grunninn í þessi 2 svið hér. Það er þess að bílavegaði Akureyrar sem flestir svona þekkja og þetta er vörumerki sem er mjög þekkt og í samkvæmt könnunum það var 99% Íslendingar sem þekkja þetta vörumerki. Þessi 2 saman, bílavegaði Akureyrar og Europcar. Færri þekkja Rás og Internet. Þetta eru svona netmerki sem við erum með. Ódýrari merki sem er ekki með svona aðeins minni þjónustu en sambærilega bílaþjónusta. Og svo erum við með Höld bílaþjónustu sem er bara á Akureyri og undir þetta falla sem sagt bílaverkstæði, bílasala og dekkjaverkstæði. Svo bílaleigan er út allt land. Við erum mjög víða og bjóðum upp á þjónustu út allt land. Þessum fyrirtækið við erum sem sagt núna síðustu áramót, þá vorum við 234 á launaskrá og kynjahlutföllin eru ekki jöfn en þau eru að lagast. Kringum síðustu aldamót þá voru 2 konur að vinna á skrifstofunni hjá okkur. Það eru miklu breytt í dag. Og þetta hlutfall er að breytast hratt og þetta er náttúrulega bara karllægur business, bílabransin, en það er að breytast sem betur fer. Starfsmenn frá 6 löndum, á Akureyri starfa 108 manns, 60 þeirra í bílaþjónustunni, það eru 40 á bílaverkstæðinu, 30 í bílaleigunni, 80 á skrifstofunni þeirra. Reykjavík 93, Keflavík 28 og Egilsstöðum 4 og Vestmannaeyjum 1. Og þessi hópur stækkar upp í svona 320 cirka á sumrin. Meðalaldurinn hjá okkur er 36 ár og þetta er svona skiptingin á starfsmönnunum. Þess að sjá að langstærsti hópurinn er 20-29 ára og en dreifingin er töluvert mikil og við erum með töluvert marga starfsmenn yfir 60 og 70. Hérna sjáum við þjóðernin, Ísland, hérna sjáum við eins og Ísland, 198 starfsmenn, 85% af fjöldanum og hann erum við með
16 frá Pólandi, 12 frá Litáen, 5 frá Portúgal, 2 frá Grænhöfðaeyjum og 1 bifreiðarvirki frá Írlandi. Þetta er starfsaldurinn, þetta er svolítið merkilegt að við erum með ótrúlega marga starfsmenn sem hafa unnið hjá okkur mjög lengi. Félagið verið 45 ára í ár. Við erum 5 starfsmenn sem hafa verið hjá okkur 40 ára eða meira og við erum með 2 starfsmenn sem hafa verið hjá okkur en árið 48 ár, þó að fyrirtækið sé 45 ára. Þessi byrjaði að starfa fyrir þess að stofnuðu fyrirtækið löngu áður en að félagið var stofnað og við erum 11 starfsmenn pluss þessar 5 sem hafa verið yfir 30 ár, 12 yfir 20 ár og 30 starfsmenn yfir 10 ár. Þannig að það er gríðarleg reynsla í félaginu og það er rosalega sjaldgæft að fólk hætti að vinna hjá okkur. Það er eiginlega bara mjög jákvætt og mjög lítil starfsmannavelta í flestum deildum. Og hérna sjáum við þeir 10 sem hafa unnið lengst hjá okkur, hafa unnið hjá okkur meðaltali 40 ár. Þeir sem hafa unnið þeir 50 einstaklingar sem hafa lengst af unnið hjá okkur hafa verið hjá okkur 24 ár og svo framvegis. Þannig að þetta er alveg gríðarlega háar tölur samanborið við mörg önnur fyrirtæki. Nú bílaleigan, hún er stærsta bílaleiga landsins. En það er hins vegar þannig að það er alls ekki markmið okkar að vera stærst. Það skiptir okkur voðalega máli hvort við erum stærst eða næststærst eða hvað. En svona er staðan. Aðalatriðið hjá okkur er bara að reka fyrirtæki vel og geta haldið áfram að byggja þau og verið náttúrulega samfélagslega ábyrgð og staðið okkar plikt. Staðið sem skiptir ekki máli. Við erum í dag, síðasta sumar vorum við með 5.000 bíla í flotanum. Þegar að þú telur bíla sem eru í gangi, á ferðinni, þá á þeir svona 4.500. Það er alltaf 500 bílar í söluferli eða í viðgerð eða í bíl. Þannig að það er svona 4.500 bílar sem eru í gangi hverju sinni. Og við erum sem sagt stærsti einstakir bílakaupandi landsins. Við höfum verið að kaupa svona 14 til 1500 bíla á hverju ári og við erum að selja svona kannski 11-1200 bíla. Þannig að við erum að selja ansi marga bíla á hverju degi ársins. Þannig að þetta er töluvert umfang. Svo erum við erlendu samstarfi við Europcar og internet. Nú vöxturum hefur verið mjög mikill, eins og í öðrum fyrirtækjum, sérstaklega í ferðaþjónustu, eins og við vitið. Og hérna sjáum við þessi grænu súlurnar verið sem fjöldi bíla í flotanum okkar. Þetta er sem meðaltalstölur yfir árið. Og bláa línan sýnir meðaltalsfjölda starfsmanna. Og þarna sjáum við þess með starfsmennina að árið 2009 þá voru rúmlega 120 en í dag erum við verið 260 svona meðaltali yfir árið. Þannig að þetta verður vaxið mjög hratt og bílaflottin eins og ég segi farið rúmlega 2000 upp í 5000 á þessu tímabili. Þannig að það er auðvitað vaxtarverk fyrir okkur eins og mörgum öðrum. En aðeins yfir samfélagslega ábyrgð. Byrjum að spyrja ykkur bara hvað er samfélagslega ábyrgð. Þá getum við sagt að það snúist að fylgja náttúrulega lögum og reglum fyrst og fremst. Það verður ekki mikið í svartistarfsemi eða einhverju svoleiðis og bara axla ábyrgðir sem við gerum og hafa jákvæð áhrif á okkar samfélag. Og þá er náttúrulega ávinningurinn gagnkvæmur. Og nýleg könnun sem var gerð fyrir einhverju mánuði síðan sýndi einmitt að Íslendingar vilja eiga við samfélagslega ábyrgð fyrirtæki. En hvort þeir séu að gera það þegar hólmenni komið þessu annar mál. Nú við erum í svona ýmis mál sem við erum að vinna í og erum í. Við erum þáttakendur í stóru verkefni sem heitir ábyrgð ferðaþjónusta. Við vinnum eftir gæðastaðlinum í ISO 9001. Ásamt öðrum staðli sem ekki minna eftir, sem raun og veru því sem þekki ISO viti að gríðarleg vinna viðhalda vottunni. Það er úttekt 2 ári og hún er gríðarlega ítarleg og nákvæm. Tekna steikbruggur úr hinn og þessu. Og svo erum við stofn aðilar að þessu hérna vakinn sem er svona gæðastimpið fyrir ferðaþjónustufyrirtæki. Þannig að við erum svona í ýmsu verkefnum sem kemur betri en á eftir. En ég ætla að nálgast okkar samfélagslega ábyrgð út af þessum 5 þáttum hér.
umhverfismál, mannauður, íþróttir og menning, öryggismál og nærsamfélag. Og ef við byrjum á mannauðinum að þá bara eins og þetta allir eiga að gera. Við hugsaum réttindi starfsfólks. Við erum ég á reglulega fundi með stéttarfélögunum til að fara yfir hvort að það er ótrúlega mörgu að hyggja. Hvíldartími sé virtur, menn sé á réttum töxtum, vinnu aðstæðan sé viðunandi. Það er ýmislegt sem við þurfum að hafa í lagi og við leggjum okkur fram við það og teljum okkur vera bara með að það er alveg 10. Í hruninu 2008 þá var fyrirtækið ansi nærri því að fara á hausinn. Það skal bara segjast eins og mörg. Hins vegar var niðurstaðan sú og það var engum sagt upp, ekki einu starfsmann. Við fórum í að minnka yfirvinnu, við skertum einhver starfshlutföll og við færðum fólk á milli starfa. Því einn bílasalinn fór yfir í viðhaldsdeildina og sér fasteignir og er það ennþá í dag. Þannig að það voru gerðar ýmsar svona tilfærslur en það var engu sagt upp. Og það er náttúrulega bara samfélagslega ábyrgð. Vinnuaðstaðan hjá okkur er virkilega góð, ég kem betur inn á það eftir og við höfum gert gríðarlega mikið til þess að tryggja það svo sé. Við erum með styrki til náms og hreyfingar eins og þetta kannski flest fyrirtæki. Við erum með mjög öflugt fræðslustarf. Vinnum alltaf eftir ákveðinni fræðsluáætlun. Svo síðasta kláraðist núna í desember, hún var til 3 ára og núna erum við að leggja lokahönd á nýja fræðsluáætlun sem er mjög metnaðarfull og ég var einmitt í Reykjavík í gær út af henni, kemur betur svona það eftir líka. Íslenskukennsla, við bjóðum öllum okkar erlendu starfsmönnum upp á íslenskukennslu hjá Símey eða Mímey eða annars staðar og það er þeim alltaf kostnaðarlausu og þeir geta ekki eins mörg námskeið vilja. Geta farið í 1 eða 10 eða hvað sem er og það er allt greitt af okkur. Við bjóðum upp á tóbaksvarnastyrki. Þetta var heppnast gríðarlega vel. Starfsmenn geta farið til sálfræðings eða fengið sér lyf eða plástra eða annað og eða til ráðgjafa og við styrkjum það. Við höfum boðið upp á hjólanám, þar sem við erum starfsmann kaupir sér hjól. Við borgum fyrir það og svo geta menn dreift í á 20 mánuði eða eitthvað og geta keypt hjól fyrir alla fjölskylduna. Þarna viljum við bara stuðla að aukinni hreyfingu og þó að sé náttúrulega bílaleiga, þá viljum við kannski að fólk noti bílinn ekkert allt of mikið. Starfsmannaleigur, þetta er hugtak sem veit ég hvernig þekkið. Starfsmannaleiga gengur út af það að við segjum mér vantar 20 manns í dekkjadörn frá apríl til júní. Starfsmannaleigan auglýsir þá í erlendis, oft í Póllandi eða Litháen, eftir starfsmönnum sem eru til í svona 3 mánaða verkefni og þeir koma til Íslands og vinna og þið hafið séð fréttum að það hefur verið töluvert það að það er illa farið með einstaklinga. Þeir borgar langt undir lágmarkslaunum, þeir búa í einhverjum kitrum, iðnaðarhúsnæði jafnvel og fleira. Og við höfum gert þetta þannig að í dag skiptum við bara við eina þeirra sem stendur sig mjög vel og við fáum alltaf stikkprufur úr launastefnunum þeirra, förum við þá og við förum heim til þeirra, tökum út húsnæði og þeir búa bara í glæni í okkar íbúðum þannig að það er ekki annað. En þetta var ekki við í öllum leigunum, þannig að við leggjum mikla áherslu að þessir aðrar standi sig og skiptum töluvert við það þegar við þurfum oft stóran mannskap í 2-3 mánuði í dekkjadörn með öðru. Og það er algjör samfélagslega ábyrgð að vakta svona fyrirtæki. Það er alltaf svartir sauðir sem skemma fyrir hinum, þannig að þetta er mjög mikilvægt. Og svo leggjum við bara gríðarlega mikla áherslu á að hafa gaman. Það er alveg mjög markvisst sem við leggjum áherslu á það
og það getur verið sko ásatíðin okkar er mikil hátíð. Við erum með bjórsmak, við erum með pubquiz, við gerum ýmislegt og ég ætla núna til dæmis bara klukkan 9 í morgun þá stöðum við 9 átaki hjá okkur þar sem við erum aðeins að hamra á svona þjónustuþáttunum og gildunum okkar. Þetta eru þemamánuðir sem munu standa fram í júní og í morgun til dæmis þegar menn mætti vinnuna þá voru komin plakat út alla fyrirtæki og allir fengur svona smá gjöf. Þetta er sem sagt bíómiða sorgar svona beigja eftir öllum starfsmönnum. Þetta er sem sagt átak sem við erum að byrja sem heitir alltaf á tánum því við þurfum alltaf að vera á tánum til þess að viðhalda góðri þjónustu. Og við svona, við leggjum mikla áherslu að hafa gaman og það sé gaman í vinnunni og vinnustaðarmenningin sé jákvæð sem hún er og við höfum alveg orðið okkur við það að vera með jákvæða vinnustaðarmenningu. Við komum aðeins áðan inn á kynjaskiptinguna og við erum að leggja okkur fram við að fjölga konum í okkar karllæga bransa. Við erum núna á fullu eins og mörgana fyrirtæki að vinna í jafnlaunavottun. Stefnum á að fá vottunum í sumar. Og svo þegar við erum að auglýsa eftir starfsfólki, hvort sem það er bílasali eða hreyfilega virki eða framvinnufólki eða skrifstofufólki eða annað, og þá höfum við auglýsingarnar yfirleitt hvetjum konum til að sækja og reynum að höfða til kvenna. Og þetta er bara tekið úr stefninu okkar. Það við tökum hann fram í auglýsingum að störfin hendi báðum kynjum eða bara hreinlega auglýsa sérstaklega eftir konum. Og á Akureyri höfum við verið með, það eru 40 starfsmenn á verkstæðinum og við höfum verið með 4 konur þar af 3 bifurörkja og það eru allar alveg geggjaðir bifurörkjar. Það eru alveg meira af þér. Og bara vonandi að fleiri konur fari í þá iðn, þess að sú iðn er orðin, hefur alltaf verið mjög skemmtileg, en er að verða ennþá skemmtilegur vegna þess að þú veit bara að gera við bílinn meira minni ekki fartölum. Ég held þess ekki mörg ári það að bílavirki mætti bara í skyrtu og fínum buxum í vinnuna og verður ekki með olíu undir nörlunum. Þetta er náttúrulega alltaf hlæðist fyrir rafbíla og slikt. Og við bjóðum eins mikið og við getum upp á sveigjanlega vinnutíma og reynum að koma til móts við fjölskyldufólk og slíkt. Og þetta er náttúrulega vangestur sem að því miður poppar alltaf upp allstaðar, allavega víða, einelti og áreitni. Og við þessu önnur ábyrg fyrirtæki tökum þátt í að reyna að upprætta allt svona. Hér eru framkvæmdastjóri SA og forstjórinn okkar að innsigla sáttmála þessi mál. Og við erum raun og veru með viðbragðsáætlun og slíkt sem við grípum í þegar svona gerist. Og hér sjáum við bara eina vinnureglu úr ekstra handbókin okkar. Þess að við skilgreinum einelti og áreiti og því miður höfum við þurft að grípa í þessa vinnureglu. Kannski svona einu svona ári eða 2 ára fresti undanfarin ár. Og þá hefur skipt öllu máli að vera með svona viðbragðsáætlun til þess að vita hvað við hefum að gera og hvernig við bregðast til. Það menn sem ekki gera bara eitthvað. Og þetta hefur því miður oftar en ekki leitt til uppsagnar gerandans. Og þessi frétt birtist á vefnum fyrir 1 ári síðan. Frábært raun og veru framtak, þar sem að nektardagatölur voru fjarlægt. En kannski fannst okkur það minna merkilegt en mörgum öðrum, þess að við gerum þetta fyrir 6 eða 7 ári síðan. Á okkar bílamiðum það verður mjög mörg bílaverkstæði eitt stórt á Akureyri, annað minna á Akureyri fyrir bílubíla, við erum með eitt í Skeifunni, við erum með eitt í Keflavík, við erum með eitt í Hafnarfirði og eitt á Ásbrú. Og þessi regla var sett fyrir löngu síðan í okkur og er náttúrulega algjör tímaskekkja í dag. Aðeins yfir í íþróttir og menningu, ég ætla að láta passa myndir rúla hérna. Það er
ansi algengt ef þið horfið á íþróttaviðburð að við séum annarkvort á búningum eða gólfi eða skilti og við erum bakhjarlar hjá HSÍ og KSÍ og hinum ýmsu landsliðum og við erum með í dag styrktarsamninga við 54 íþróttafélög á 85 deildir innan félaga. Þetta er náttúrulega eins og bara eitthvað segir, eins og í val getur við verið bæði í handbolta og fótbolta og körfubolta. Og það má segja að megnið af okkar svona styrktarfé eða birtingarkostnaði, hann fer inn í íþróttahreyfinguna og menninguna. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta já, þessi mynd sem náðist í leik á Stelfossi og við datta einu pjöður, ég var hérna líka á Hólum daginn og þá datt mér í hugum minn að hann hendi sér á skiltið, svo fekk hann slysaböndur, það voru laðar reyningir hans í Íslandsbanka en þeir fóru ekki í felsudeitina til miður. Þetta er sem Selfoss fótboltaliði. En þannig að við leggjum, það er bara ákvörðun í okkur að okkar auglýsingarkostnaður, hann fer inn í íþróttir og menningu. Og flestir okkar samningar eru þannig gerðir við félögin að þeir eiga stuðla uppbyggingu af barna- og unglingastarfi. Þið sjáið mjög sjaldan, nánast aldrei, sjáið þið auglýsingu frá okkur í dagblöðum, sjónvarpi eða útvarpi. Við erum annars leið í viðskiptablaðinu með landbúnaðarlegum okkar. En öðru leyti fer okkar markaðskostnaður inn í þessa púlíu. Svona bara nokkur atriði í kringum menninguna, skátamót og tónleikar og hlaup og ýmislegt þessu við komum að. Þið kannast nú þetta kannski einhver. Þannig að, og svo náttúrulega ýmsar bæjarhátíðir og ýmislegt sem við komum að líka. Öryggismálin, við leggjum alveg gríðarlega mikla áherslu á öryggi okkar viðskiptavina og þá kannski fer mest að púðri í erlenda ferðamenn og við gefum út sem sagt tímarit hver einasta ári og núna erum við að leggja loka að henda tímariti fyrir 2019 og við höfum oft hugsað hvort við ætlum að hætta þessu en við fáum alltaf að heyra það frá erlendum ferðaskrifstofum að þetta er ótrúlega mikið notað af erlendum ferðamönnum og þetta tímarit er á ensku og hérna fremst eru það mest 10 svona mikilvægastu atriðin sem að erlendir ferðamenn þurfa að vita af varðandi slys og hættur á íslensku vegum og þetta er á ensku, þýsku, frönsku, ítölsku, spænsku, kínversku, japansku og fleira. Og okkar starfsfólk er mjög vel þjálfað í að koma upplýsingum til erlendra ferðamanna og við erum gríðarlega framarlega í því og mjög mikil áhersla á þetta en við viljum alltaf gera betur og ég var einmitt að ganga frá því bara í gær frá 9 námskeiði til okkar starfsfólks sem byrjaði næstu viku sem er gríðarlega vandað. Við semst vorum og erum að gera sem sagt könnuna með okkar starfsmanna sem fræðslu þörfina. Það segja hvaða fræðslu þurfiði, hvaða námskeið viljiði og skiptum sem sagt fyrir því miklu 7 deildir og framlínudeildin okkar, framlínufólkið, þar skoruðu 2 atriði mjög hátt. Það var sem sagt að fræðast hálendisakstur og vetrarakstur og svona hættu á íslensku vegum, það skoraði mjög hátt. Og hitt sem skoraði mjög hátt var að fræðast ólíka menningarheima. Hvernig á ég að tala við fólk frá Asíu eða Indlandi til að veita betri þjónustu, þess að vita þeirra þarfir. Og þessi námskeið eru komin í farveg núna, við erum að fara að bjóða upp á námskeið í svona menningarlæsi sem er mjög skemmtilegt. Og í gær gengum við frá því að sem sagt í næstu viku byrjar námskeið þar sem að Landsbjörg verður með námskeið í svona hálendisakstri og 112 appinu og öllu þessu svona öryggismálum. Og í beinu framhaldi af því kemur mjög merkilegur maður sem heitir Ágúst Mogensen sem er hann er forvarnarfulltrúi hjá VÍS
og hefur verið í rannsóknarnefnd umferðarslysáhrifa og þekkir á hvert einasta slys sem orðið á Íslandi. Og hann mun upplýsa okkar framlínu helstu hættur eftir landshlutum. Þannig að við spyrjum konum hvert þetta fara. Ætlar það kannski fyrir Bláa lónið eða þetta fara á Snæfellsnes og þá vitum við helstu hættur á leiðinni. Og hann verður tölfræði sett yfir slysabílum. Og hann líka með mjög skemmtilega búta. Dæmi, fólk frá Kóreu spennir nánast aldrei beltið í aftursætið. Skiljið. Af hverju? Jú, þeir innleiddu þetta í lög hjá sér mörgum áratugum eftir okkur. Þannig að okkar framvinna skuli vita svona punkta, já, það er frá Kóreu, þeir mynda að spenna beltið aftur í, það liggja þungasektir í að gera ekki og það er alvarleg slys sem hljótast því. Þannig að við stelum að fara að fræða okkar fólk núna í næstu og þannastu viku ennþá meira sem öryggismál. Og við leggjum alveg ótrúlega miklu áherslu á þetta. Þessu tengt, öruggu bílafloti, við erum alltaf með glænýja eða nýlega bíla í útleigu. Við erum bara með nýja til 2 ára gamla, ekna bara kannski max 30-40.000. Og þeir eru allir nagladekkjum á veturna og alltaf yfirfærið mjög reglulega og hann er alveg upp á 10 okkar flotti, þetta ég geti lofað að segja. Og nýjasta verkefni okkar er líka mjög merkilegt, það er sem sagt það sem við kallum trackers. Ég hef ekki alveg nógu gott íslenskt orðið yfir þetta, þess að ökuriti er kannski ekki nógu gott orða, því að við erum ekki að skrá hjá okkur hvernig maður keyrði endilega, hvort hann fór í stærðarskrá eða eitthvað annað. En við sjáum alltaf hvað flotinn okkar er. Og síðasta haust til dæmis, þá var appelsínugul viðvörun á ákveðnum landshluta. Og þá sáum við að á þessum landshluta voru 3 húsbílar. Og erlendir ferðamenn kannski er ekkert alltaf að spá í veðurspána á Íslandi. Þannig að við hringdum í alla þessa aðra og sögðum við frá þessari viðvörun. Morguninn eftir voru allir farnir út þessu svæði og engin slys. Þessi bílar náttúrulega eins og lítið fjúkóttar eigin eins og ekkert sér. Þannig að núna erum við sem sagt að setja þessa trackera í 2000 bílar bara þessa dagana. Og þá getum við séð ef að menn er að fara inn á hættulega slóðir. Við setjum ákveðnar girðingar inn á kortið okkar út af hverjum bílaflokki. Þannig að ef til dæmis Yaris er að fara upp á hálendið, þá fáum við tölvupóst. Þessi er að fara með F-veg. Þá getum við senda SMS eða hringt eða tölvupóst. Þannig að við getum svona aðeins fylgst með flottanum okkar. Fyrir utan það að það hefur sýnt sig erlendis að ökumenn keyra bara varlegar eða þið vita að það er tracker í bílum. Það er bara það. Og við líka fáum meldingu eða það kemur högg undir í bílinn, þannig að við sem ekki reyna út aftur tjónaðan á þess að vita að þegar þeir eru að skila bíl, þá erum við ekki að fara nú nýjan og kíkja undir hann mikið. Þannig að þetta er svona, þetta er öryggisatriði í mjög víðu skilningi og alveg gríðarleg og kostar 1.010.000 fyrir okkur, en þetta er bara öryggismál. Nú við göngumörðum lengra en lög segja til í þessum málum. Við erum með formlegt viðbragðst teymi sem að bregst við á 09 þegar það gerist. Sýningu það betur með næstu gleru, dæmið það. Og við erum með björgunum teymi sem er tilbúið að fara á stað á nóttu sem degi og gerir reglulega upp á hálendið út allt og bjarga fólki sem hefur stoppað á henni á eða fest bílinn einhvers staðar. Og oftar en ekki erum við líka að aðstoða aðra bílaleigur. Það gerist mjög reglulega. Og eins og ég sagði áðan með trackerinn, við vöktum veðrið og ferðina og komum skilaboðin til starfsmanna og ekki síst til ferðamanna. Og hér er svona dæmi þetta var 2004 eða eitthvað. Það sem að Múlakvísl fór í brúinni í Múlakvísl fór í sundur. Það gerist á laugardagsmorgni. Þannig að umferðin Suðurlandi er náttúrulega bara þannig að stoppast. 20 tímum síðar, sem satt á sundagsmorgni, þá erum við konum með stöðvar sikkurum megin við Múlakvíslina með fullt af jeppum. Þannig að ferðamaður sem kom að kvíslinni, kannski á Yaris eða eitthvað, hann fékk jeppa, gat fann fjallabaksleið og skilar minni með að fengi sambærilega bíla haldið á. Þetta er svona dæmi hvernig viðbragðsteymi okkar virkar.
í staðinn fyrir að allir starfsmenn væru þarna standardgrópar, örglum með í kvíslina, og það gott allir haldið sín ferð áfram. Þetta var þetta 2014 sem það? Nei, 4 minni. Þetta er þetta langt síðan, sko. Það var viðbragðsteymi okkur bara rétt komið á lakinu, sko. Og svo erum við með þetta er kannski meira svona innávið, hitt var kannski meira út á því, að við náttúrulega erum bara með lögum samkvæmt, öryggisráð, öryggisfulltrúa sem taka út öryggisgrunn hjá okkur, allar lyftur, flottaleiðir og allt þetta. Efnastjórnun, við fórum í gríðarlegt átak fyrir nokkrum árum, þar sem við útrýmdum öllum efnum á verkstæðum og þvottasölum sem voru með hauskúpum við það, sem eru svona hættuleg efni, þeim var öllum útrýmt. Og við fækkum efnunum úr rúmlega 250 sem við notum. Og gæðastjórinn okkar tekur þessi efni út alltaf reglulega og tryggir að þarna sé ekkert sem við getur valdið líkamstjónum. Fræðslan um líkamsbeitingu, þetta er gríðarlega stórt mál. Og 2016, 2017, þá fórum við í alveg heljarna vinnu. Hún var þannig að við fengum yfirþjálfara til okkar á allar okkar stöðvar og hann tók út hvern einasta starfsmann. Hvort sem hann var við skrifborð, þrífa bíl, skipta dekk, bifreiðavirki, í framlínu eða hvað sem er og skilaði okkur skýrslu hvern starfsmann. Hér sjáum við bara dæmi einn starfsmann úr skýrslunni, þetta eru Sigga. Svona fengum við alla starfsmenn. Það var bara stofninn og svona, tölvum og svona og þeir sem voru að vinna eins og í þvottasal eða verkstæði, þeir fengum myndir af sér í vinnuna og svo bara kennslu, þeir þótt ekki að vera með baki svona, heldur átt að vera svona, skil segja. Og við gerum þetta þarna vegna sem við vorum að fara að taka allt okkur húsnæði í gegn, bæði Reykjavík og Akureyri og vorum að fara í ný skrifborð og stóla og það var raun og veru horft í þarfur hvers og eins. Þannig að allt sem heitir líkamsbeiting var tekið svona í nefið. Og svo bjóðum við upp á alltaf annarkvæmt ár skyndihjálparnámskeið og eldvarnanámskeið. Þau eru einmitt voru að klárast í Reykjavík skyndihjálpin og að fara að ganga á Akureyri núna. Og svo alltaf okkar vélar að dækir standast náttúrulega bara hvort sem það er ISO eða kröfur bílaframleiðenda eða annað. Þannig að við tökum þessi mál alvarlega. Nærsamfélagið. Það er yfirleitt markmið okkur að hafa jákvæð áhrif á okkar samfélag og það getur einhver mál að Höldur er akureyrskt fyrirtæki og hér er með nokkuð verkefni sem dæmi sem við tökum þátt í. Við erum sem hluthafar í Vaðlaheiðargöngum og lögðum okkar mörgum til að það yrði að veruleika. Og nú eru þau komin í gagnið og gríðarleg bylting fyrir alla landsmenn. Við erum þáttakendur í það sem heitir Vini Hlíðarfjalls, sem er skíðasvæðið á Akureyri. Þetta er mjög öflugur hópur sem að tryggir það að skíðasvæðið sé aðdráttarafl, keypti snjóbyssur og fleira á sínum tíma. Við erum hluthafar í Orkey. Orkey er fyrirtæki sem safnar matarolíu og dýralyftu og býr til eldsneyti á bíla. Mjög áhugavert apparat. Plast í olíu er fyrirtæki sem við erum hluthafarir líka. Þetta er fyrirtæki sem breytir plasti í olíu á bíla og annað, þetta er skip. Þetta er bagga, plast og fleira sem annars er bara rusl. Og nýjast útspilið þetta að við, Höldur og KEA og SBA hafa boðið Íshafi að byggja flugstöð á Akureyri til þess að flýta þeirri framkvæmd til þess að fjölga ferðamönnum inn á þetta svæði hér. Nú bæjarhátíðin nefndi það að við erum mjög oft bakhjarnar þessar bæjarhátíðar. Við erum út allt land, við erum með 18 stöðum á landinu og hverju stað fyrir sig erum við með listar sem yfir samþykkt að byggja í heimabyggð. Sem þýðir það að tökum bara Egilsstaði sem dæmi. Ef að starfsmenn á Egilsstöðum vantar skó eða buxur eða eitthvað í bílinn eða eitthvað, þá reynum við alltaf að versla á Egilsstöðum. Og við erum samþykkt að byggja við það í stað fyrir að við séum alltaf að senda vörurnar frá Akureyri eða Reykjavík. Þá reynum við að
stuðla að og efla verslunarþjónustu í heimabyggð. Nú ég er búinn að koma á íþrótta- og menningarstarfi. Það er náttúrulega allt land. Þessi samningar sem ég nefndi á þessir 85, þeir dreifast út allt land. Það er ekki bara Akureyri og Reykjavík. Og eins og ég sagði, það verður ræturnar á Akureyri og það sem fyrirtækið var stofnað og það má kannski segja að fjárhagslega séð þá væri hagkvæmara að vera með höfuðstöðvar í Reykjavík. Það er þunginn starfsemin þar á miklu leyti, gríðarlega mikil velta eins og Keflavík og Reykjavík. Það er alveg að tæra að fyrirtæki og verður alltaf í sínum höfuðstöðvar á Akureyri. Er það alveg örugglega? Ha? Er það hagkvæmara? Það verður í Reykjavík? Sumir leyti og sumir ekki. Við erum nær kjarnastarfsemi þar. Já, það er borgað það líka. Já, ég er ekki saman. Ég er ekki saman okkur. Við borgum sumir laun alltaf. Svo er þetta er nærsamfélagið. Við erum mjög virkir þáttakendur í ýmsum svona úrræðum. Eins og virk starfsendurhæfing, þetta eru aðilar sem hafa verið á vinnumarkaði, verða fyrir áfalli, getur verið líkamlegt slys, andlegt áfall eða eitthvað annað, fara í endurhæfingu og að koma inn á vinnumarkaðinn. Við tökum virkan þátt í því að taka á móti þessu fólki. Við munum við Landspítalanum, þetta hafa verið til dæmis einstaklingar sem hafa átt í geðrænvandamál að stríða og að komast aftur út í lífið. Við höfum verið þannig einstaklingar við okkur. Tökum þátt í fyrirmyndadeginum, við erum með töluvert að einstaklingum frá Vinnumálastofnun sem hafa verið atvinnulausir og að komast aftur inn í vinnu. Við erum mjög mikið með sveitarfélögunum, oft kannski fjölskyldudeild, einstaklingar að brotnum heimilum og slíkt. Við höfum tekið þátt í því. Nýjasta verkefni okkar er Mímir. Þeir eru með verkefni að sem taka á móti erlendum einstaklingum, setja á íslensku nám og kenna þeim á íslenska menningu og veruleika. Og við erum eitt starfsmann núna hjá okkur í Skeifu sem er að koma frá Mími og er að reyna að komast inn í íslenskt samfélag. Þannig að við leggjum okkur öll fram við að taka þátt í þessu. Þetta kostar oft mikinn tíma og vinnu, oft mikið álag á yfirmenn, en það er bara hluti af pakkanum og við viljum bara taka þátt í þessu. Nú, umhverfismálin, ég nefndi áðan ISO 9001 gæðakerfið. Við erum líka með ISO 14001 vottun sem er umhverfisvottun og er alveg gríðarleg bætt líka. Og ég átti að nefna hérna sem ábyrgði ferðaþjónustu og AKA. Og það er ekkert launungarmál að þegar þú ert með nokkur þúsund bílar sem að flestir menga og þá þarftu að standa þig ansi vel til þess að skilja þetta jákvætt spor og við gerum alveg gríðarlega mikið til þess að stuðla að því að vera græn. Hér er bara til dæmis nokkrir punktar úr umhverfisstefnunni okkar og svona sem dæmi að í þessari stefnu þá setjum við okkur árlegt markmið að lækka útblástur koltvísýrings og það gengur vel, við höfum lækkað næstu í 30% síðan 2007. Þetta gerum við með því að velja ef við erum með kannski sambærilega bíla í innkaupum, sambærilegi verði og gæðum og þá veljum við það sem mengar minna. Við fræðum okkar viðskiptavini svona grænan akstur. Við erum förum okkar einasta ári, förum við í svona ferðir þar sem við gróðursettum tré. Við gerum það í mjög mörg ár og 2018 gróðursettum við þarna rúmlega 3200 tré. Það hefur verið þannig að hópurinn úr Reykjavík fer upp í Heiðmörk, það hefur gert í nokkur ár og gróðursettur þar tré. Hópurinn frá Akureyri hefur farið upp á Hólasamt og gróðursett þangað til í ár. Það var komið töluvert mikið þar. Þannig að í ár fórum við nýja slóðir og höfum verið að gróðursetja í Hlíðarfjalli, sem skíðasvæðinu, við höfum að gera tilraunir þar.
og í kringum bílaklúbbsvæðið, Akureyri og golfvöllinn og svona víðar. Er þetta barkaknöttur eða er þetta hnausaknöttur? En eins og þetta sé hnausar stórt. Þetta er hnausari. Þetta er alveg stórt sko, þetta er alveg vel stórt. Já. Og ef við sjáum það eftir upphafsklæruna eða forsíðunni hjá mér, þá sjáum við þetta eftir. Og þannig að þarna náttúrulega erum við, já þetta er mjög stórt verkefni og líka bara mjög skemmtilegt svona móralsverkefni. Menn hafa mjög gaman að fara með nesti og eyða þarna heilum degi. Nú, bílaflotinn okkar. Eins og innviðirnar á Íslandi í dag, þá er mjög lítið vit í því að leigja út rafmagnsbíl. Vegna þess að það vantar bara fleiri hleðslustöðvar og þið getið ímyndað ykkur að þið eru að leigja út bíl og honum er skilað klukkan 10 á morgni, hann er að fara aftur í leigu strax. Þú getur bara að fara á bensínstöð, setja á bensín, þrifið hann og leigt hann út. Ef þú farið tóma rafmagnsbíl, þá þarftu ansi margar klukkutíma til að hlaða áður en það fyrir aftur út. Og eins og til dæmis í Keflavík, kannski ekki sem leigjum út nokkur 100 bíla á dag, þá myndi þetta aldrei ganga upp. Nema að vera þá með nokkra 10 hraðhleðslustöðva. Og það mun koma seinna, en það er ekki komið ennþá. Þannig að staðan í dag er þetta ekki mjög fjárhagslega hagkvæmt. En einhvað síður, við bara tókum það ákvörðun að við ætlum að vera fremst í þessu. Og við erum komið núna með 50 rafbíla í okkar flota. Ýmist í skammtímalegu eða langtímalegu, bara 100% rafbíla. Við erum með 45 tengiltvinnbíla sem er þá sem sagt bensín og rafmagn og þú getur stungið honum í samband. Og við erum með 29 tvinnbíla sem er þá bílar sem er bensín og rafmagn en þú getur ekki stungið í samband, en hlaða sér bara sjálfur. Svona hybrid bílar eins og margir frá Toyota og fleirum. Og við erum með 21 metanbíl. Það er ekki margar metanstöðvar á Íslandi. Það er einu á Akureyri og ég sé 2 Reykjavík. Þannig að við erum með 145 svona bíla í okkar flota og við erum stolt af því og þessi floti þetta fer ört stækkandi en það gerist bara hægt og rólega til þess að innviðinni verða betri. Það þarf fleiri hleðslustöðvar víða land. Þú sendir þetta í dag, sendir ekki erlenda ferðamanna rafmagnsbíl sem þetta er hér hringi. Það er nánast glataði. En við erum mjög jákvæð fyrir þessum orkuskiptum í samgöngum og þetta er frábært skref og það verður eftir 10 ár verður heimurinn allt öðruvísi sem er frábært. En þetta gerist bara, þetta bara þarf tíma. Nú flokkun og sorpi við það er ekki mjög alveg hjá okkur og á öllum okkar starfsstöðum erum við með, þetta er svona eitt dæmi flokkunarsystemið, þar sem við tökum náttúrulega bara plast og þvoðum það, flokkum það, pappír, málmar, allt þetta og við höldum utanum hlutfalli sem við náum að flokka. Við í fyrra náðum að flokka 83% af öllum okkar úrgangi. Það var 17% sem fór í almennt sorp og gæða umhverfis og öryggistjórinn okkar er mjög aggressífur í þessu og menn eru alveg eltir uppi á kaffistofunni eða henda skýrdósinni í almennt. Þannig að við leggjum töluverða áherslu á þetta og það er gaman að segja frá því að eins og ég segi, við erum þannig starfsemi að við erum með mengandi bílaflota. En það segir kannski eitthvað hvað við erum að gera þá á móti að við unnum þessi verðlaun, umhverfisverðlaun Ferðamálastofu 2013 sem var gríðarleg hvatning fyrir okkur og hefur hvatning til dáði að halda áfram með að gera vel í þessum umhverfismálum öllu saman. Nú, bara það rétt að draga þetta saman með restina að við tökum okkar samfélagslega ábyrgð mjög alvarlega. Ég ætla að vona að við fengið smá innsýn í það hvernig við gerum þetta og þetta er auðvitað bara brotthæð sem við gerum. Við erum stórt fyrirtæki með dreifða starfsemi og erum í ýmsu og viljum auðvitað bara vera samfélagslega ábyrg og teljum okkur vera það og ætlum bara að gera ennþá betur á komandi árum.